Við á Blika TV ætlum að ræða við Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfara Kallaliðs Breiðabliks í fótbolta. Ætlum að ræða tímabilið framundan í Pepsi Max-deildinni, markmið Breiðabliks, leikmannahópinn, samkeppnina og fleira. Velkomin Óskar. Takk fyrir það. Kannski áður við byrjum að ræða tímabilið sem framundan og markmið Blikaliðsins í sumar. Þú ert að hefja núna annað tímabilið með Breiðabliksliðið. Hvernig hefur þið liðið í Kópavoginum, í græna hluta á Kópavogs síðan að þið Dóri tóku við hérna fyrir rúm ári síðan? Já, mér hefur bara liðið mjög vel. Þetta er tölvöld öðruvísi heldur en síðasta starf sem ég var í. Breiðablik er tölvöld starra félag heldur en Grótta. Þannig að ég ætla kannski, við erum alveg upp í KR, þannig að viðbyrðin kannski voru ekki svakalega mikið, en þetta er starfsumhverfið allt öðruvísi. Stærðin á félaginu allt öðruvísi og ég held svo sem að það kunni kannski ekki endilega koma með margt á óvart. En það var ljóst að það er vel hugsað okkur, það er staðið við bakið okkur. Það er öflugt lið, bæði starfsmanna og sjálfboðaliða sem að leggur líf og sál í þetta. Þannig að ég er mjög sáttur. Finnurðu núna þegar þið eruð að fara eins og ég segi inn í annað tímabilið, merkirðu mun á svona því hvernig þú hefur komið inn í filosófíu inn í ekki bara endilega kannski meistaraflokkin, heldur bara Breiðablik bara sem félag? Já, nei og jú. Þetta er það þannig að það er náttúrulega þeim lengur sem þú vinnur með mönnum eins og leikmenn í meistaraflokki þá svona að síast það auðvitað og skilningurinn einhvern veginn á því sem að við viljum ná fram einhvern veginn verður meiri og ég læri betur á leikmenn læri betur á mig og þá sem við erum að vinna í kringum þetta. Varðandi félag þá auðvitað alveg ljóst held ég að COVID hefur ekki hjálpað til við einhvern veginn að byggja brýr á milli kannski meistaraflokks og yngri flokka, að byggja brýr á milli meistaraflokks og stuðningsmanna og svona almennra félagsmanna. Ég held að maður bindur vonir við það að það verði kannski hægt að hitta stuðningsmannina oftar. Það bara tekist einu sinni og það var mjög snemma í rétt eftir að við byrjuðum. Þannig að ég hugsa að við eigum dálítið inni þar. Þegar þið eru að taka við og það er rauninni liggur fyrir að því séu að taka við liðinu, hvaða áskoranir sáu þið í rauninni standa frammi fyrir á þeim tímapunkti og hvernig finnst þér svona þær áskoranir og þau markmið og þau verkefni, hvernig finnst þér svona staðan vera á þeim í dag versus þegar þið tóku við liðinu? Já, áskoranirnar. Þær voru í raun og veru, voru þetta bara það að við komum inn með ákveðna hugmyndafræði og voru búin að keyra hana í yngri Gróttu og meistaraflokki 2 ára þar á undan, í annarri deild og fyrstu deild. Áskoranirnar voru þær að sjá hversu langt við kæmumst með þær í liði sem er krafað sér toppbaráttu í fyrstu deild, ólíkt því sem Grótta var kannski sem að væntingarnar voru kannski minni, pláss fyrir mistökjum og einhvern veginn tíminn kannski til að draga lærdóm af mistökunum var meiri og lélega íslensku margin of error var meiri. Það var mikil áskorun og auðvitað svo sem þetta er ljóst að félagið í heild sinni er orðið fyrst í að upplifa aftur árin 2009 og 2010. Þannig að það í sjálfu sér er áskorun að reyna að standa undir því.
Þú talar þessa filosófíu og þetta mikil umræða í fyrra þegar þeir að taka við liðinu, koma inn með ákveðna hugmyndafræði, ákveðna leið til þess að spila fótbolta og hefur sína kosti og galla eins og þú hefur oft talað sjálfur og þá svona langar mig að forréttast aðeins, munum við sjá meira af því sama, þar að segja svipari filosófíu í sumar, á þess að þú þarf að lostra upp hérna allir leyndarmálum tímabilsins en svona munum við sjá svipaða filosófíu í leikliðsins og finnst þér leikmennir þannig að hafa tekið miklu framförum frá því að þið takkið við liðinu og þangað til núna? Já, ég hugsa að það væri svona, ég myndi ekki meta það sem það væri snjallt að hoppa á hestinum í miðri á og margt gott sem var gert fyrra, leikmennir stóðu svo mörglutum mjög vel. Mistökin sem við gerðum þau voru fjölmörg, enda er svo lært að fara í gegnum lífið á þess að gera mistök, sérstaklega ef þú fer reglulega út úr þægindarammann að þá einhvern veginn þá verður að gera mistök. Við munum reyna að vera betri í því sem við vorum góðir í fyrra og svo reyna þetta er þannig að þegar þú gerir þarf að læra af mistökunum og þarf að verða betri og það er í sjálfu sér líka markmið að fækka kannski þessum ódýru mistökum sem við teljum okkur einhvern veginn geta komið í vegferð og kannski svona verða betri í að spila ekki gegn sjálfum en markmið okkar í sumar verður að færa leiki til að stjórna þeim, færa leiki til að taka frumkvæði, verða ekki hræddir, fara ekki að verja eitthvað sem við eigum í upphafi leiks, heldur taka frumkvæði og það verður ekkert kvika frá því. Hvað varstu ánægðast með í spilamennsku liðsins í fyrra og hvaða rúm fyrir bætingar maður segir að þannig sérðu standa frammi fyrir liðinu núna? Já, við getum auðvitað bætt okkur á öllum sviðum. Við getum bætt okkur í sóknarleiknum, við getum bætt okkur í varnarleiknum, við getum bætt okkur í því að spila boltanum fram að nýta betur þau tækifæri sem fáum til að skapa færin í síðasta þriðjung. Við getum verið betri í að pressa, við getum verið betri í að pressulega við tökum boltanum líka í opnuleik, við getum verið betri í því að verja markið okkar. Það var kannski svona okkar það sem að manni fannst við geta bætt okkur mest. Við vorum stundum heldur gjafmildir, stundum næs, góðir, ljúfir og ég er sannfærður við munum bæta okkur þar en mér finnst við eiga fullt inni á öllum sviðum. Það sem ég var ánægðastur með var að menn fjallu á sverðið, þeir stóðu alltaf upp aftur, mjög högg, þeir stóðu upp aftur. Það hefði verið auðveldur menn að fara með skélina og fela sig, en þeir gera það ekki. Mér fannst leikmenn oft fá ómaklega gagnrýni en það er svo sem bara hluti af leiknum. Ég var ánægður með mörgu leikir, kannski er þetta að taka út sérstaka leik en ég get bara sagt, eins og Rósarborgarleikurinn úti þar sem við förum og við spilum okkar leik og vissulega endar það þannig að við erum eftir 27 mínútur 4 undir eftir að þeir hafa haft 4 skot á markið en við spilum í gegnum pressuna, þeir eru hvert einasta skipti við náum að pressa á vel, við erum meira með boltan skjót. Við hefum fleiri skot á markið og það hefur verið fáheyrt. Íslenskir gerir það á útivöllum með sterku liði. Svo þetta, náðum við ekki, áttum við, var lokakaflinn var kaflaskiptur.
fengum eftir þennan leik fengum við 3 töp í andliti, 2 á móti KR, 1 á móti FH en kláruðum síðan mótið vel og þannig að það er aðalega það kannski bara að menn voru sannir og menn voru trúir því sem maður var lagt á stað með. Það var enginn einhvern veginn sem að misti trúna og það var mikið við héldum sjálfsmyndinni. Hún var býsna sterk þó að það væri, og eðlilega bara þegar hlutin gangi ekki alveg upp, þá reynir einhver að höggva í hana en sjálfsmyndin var sterk og hún er orðin sterkari í dag. Þú merkir það alveg greinilega á milli tímabila. Það kom auðvitað tímabili fyrra á síðasta tímabili sem að það heyrðist auðvitað gagnrýnisraddir með eins og fólk var að kalla þetta áhættusækinn fótbolta, spila frá marki, hvað þeir að gera og svo framvegis sem að heyrðist úr stúkunni og sem að náttúrulega fór ekkert fram með þér fyrir hverjum öðrum. Hvernig fer svoleiðis gagnrýni í þig og hversu þolinmóður ertu varðandi því að liðið nái tökum á þessum fótbolta sem að þú ert að óska eftir að liðið spili? Gagnrýnin fer ósegjanlega í taugarnar á mér. Ég skal bara vera heiðarleg með það og ég auðvitað ætla ekki að taka rétt stuðningsmanna til að gagnrýna þegar þeim hentar og þeir eru fullir rétti. Þetta er þeirra félag, þeir borga pening til að koma og horfa á liðið og þeir setja mikið tíma, mikla ástríðu og mikinn kraft í það sem þeir eru að gera. Þannig að vandamáli við þessa gagnrýni er það, þeir á sama tíma og þeir skamma okkur fyrir að missa boltan hættulegum stöðum. Þá elska við ekkert meira heldur þegar að við náum að spila út og skilja 7 eftir með 3 þrýðingum inn í vítateig. Og það er ekki bæði sleppt og haldið. Man getur ekki bæði átt kökuna og borða hana. Og þeir verða að standa með okkur í þessu. Það getur vel verið að hjarta tæki nokkur aukaslög á köflum en við þurfum og það viljum við verða, markmið er alltaf hvernig degi að bætast, verða betri í þessu. En ég biðla bara til þeirra að standa með okkur og treysta því að á lokum að þá munum við standa uppi sem ekkert endilega kannski sigurvegari í einhverjum mótum en einhvern veginn standa uppi sem sterkt lið sem að hefur náð tökum á þessum fótbolta. Tekið framför. Og tekið framför. Svona færa maður þess meira yfir í tíðanbili sem er framöndan og svona ein spurning kannski lokum varðandi síðasta tíðanbili svona í tengslu við það að hvaða svona típu af fótbolta þú vilt spila að þið fáðu okkur 27 mörk í 18 leiki með deildinni fyrra sem auðvitað er 18 leikir út af því hvernig COVID fór með allt saman. Myndirðu segja eitt af stóru markmiðunum í sumar sé bersýnilega að fá þessi færri mörk eða er það heildarbragurinn eins og þú talar áðan? Er það heildarbragurinn sem skiptir meira máli, 3 stig í hverju leik innan gæsalappa sama hvernig þau koma? Hvernig er svolítið áhugavert að heyra þína skoðun á þessu? Já, eini markmið er auðvitað að fá á sig færri mörk.
Það að vera með 2 kápur á herðunum oft að þurfa að spila út og vera bæði listamaður og verkamaður. En varnarmennirnir okkar þurfa að geta spila út og þora að vera með boltann og þora að taka frumkvæði í að byggja upp spilið okkar. En þeir þurfa síðan líka, og megi ekki gleyma því fyrst og fremst, eru þeir auðvitað varnarmenn. Þannig að þar eigum við mikið inni, klart mál, og auðvitað skiptir það máli fyrir okkur að það sé ekki opin búð hjá okkur alltaf. Það skiptir máli að halda markinu hreinu eins oft og getur, en það þarf kannski ekki að vera alltaf snúast það. En það mikilvægt, og hluti af því líka bara að vera betri að verjast hátt á vellinu, að vera betri að verjast ef við tökum boltanum strax, en svona, mér finnst aðalega bara mikilvægt fyrir okkur að við höldum í, þú talar heildarbrag og svo ágætis orð, ég horfði bara á þetta að við höldum í sjálfsmyndinu okkar, að við séum, við erum það sem við erum lið sem að tekur frumkvæði, við erum lið sem að hugrækt, við erum lið sem að sækir það sem við ættum okkur að ná í, við bíðum ekki eftir einhver og einhver koma að færa okkur eitthvað, og það fyrir það stöndum við, það er þannig sem við æfum alla daga og það er mjög mikilvægt að við höldum í það. Þetta séum ekki einhvern veginn að reyna að vera einhverjir aðrir til þess að þóknast hinum eða þessum. Áhugavert. Undirbúningstímabilið núna hefur gengið býsna vel og svona þá ég bara, þegar ég segi býsna vel, þá ég bara að horfa í það hvernig leikirnir hafa farið. Og svona umræðan hefur verið svolítið á þá leið að Breiðablik sé það lið sem að spila hvað bestan fótbolta, maður hefur heyrt því fleygt fram að þessi greinilegt hvað liðið sé í góðu líkamlegu standi og svo framvegis. Er það hættulegt á þessum tímapunkti núna sem stuðningsmaður að vera gjörsamlega iðandi í skinninu fyrir að sjá liðið eða hvernig dregur þú saman undirbúningstímabilið og svona sjálfstraustið að fara inn í tímabilið? Ég auðvitað þegar ég ágætt undirbúningstímabil saman í eins og það blasir fyrir mig núna, það hefur gengið vel. Það hefði verið ágætt stígandi, marga fína leiki, marga mjög svona öfluga leiki, öfluga liðsheldarleiki og menn hafa spilað mjög þreyttir en samt einhvern veginn verið trúir því sem við lögðum upp með en auðvitað það þannig að þú veist í raun og veru aldrei hvað þú ert staddur raunverulega fyrir en bara á sunnudaginn þegar að KR mætir í heimsókn. Þú veist í raun og veru aldrei hvar önnur lið eru stödd á undirbúningstímabilinu þegar þú mætir þeim. Þeir geta verið einhverjum allt öðrum stað, þeir geta verið að hugsa einhverju allt aðra hluti, þeir geta vantað 7, það getur vantað 1, það getur vantað engan. En þú veist, þannig að þú telur þig vita og upplifunin svo að við séum á góðum stað. En þú veist það aldrei fyrir en að hólminn komið. Við sjáum það á sunnudaginn hvar við erum staddir, hversu tilbúnir við erum í mótið. Andstæðingurinn verður auðvitað ekki mikið erfiðari og þannig að við sjáum það fljótt hvar við erum staddir. En varðandi stuðningsmenn, nei, þeir hafa fulla rétt til að vera spenntir. Ég ætla ekki að draga úr því. Þannig að það er rauninni kannski svona bragurinn á liðinu, tölum heildarbrag áðan og þú svona talar þessa liðsframmistöðu, svona andan í hópnum og svo framvegis. Það svona sem að vekur svona bjartsýni hjá Óskari Hrafni farandi inn í tímabilið, kannski akkurat frekar en hvort að possession eða tölfræðin er þannig í öllum leikjum að hún sé einhvern veginn hagstæð. Ertu að horfa meira í liðið og svona hvernig liðið kemur fram í leikjum sem að skiptir meira máli núna? Já, ég er líka bara að horfa á æfingarnar, hvernig það er einhvern veginn, hvernig við náum að æfa, hversu fljótir menn að jafna sig milli æfinga.
og þú veist hversu mikið menn gefa í hverri æfingu, hvort að menn sé mikið að slaka á og gefa afslátt og það hefur ekki verið. Þannig að mér finnst við svona, mér finnst kúltúrin vera orðinn góður, æfingakúltúrin og svona liðsmenningin er góð og það er auðvitað, þegar allir á botni hvolta og það er auðvitað miklu mikilvægara heldur en hvort út með boltan 65% eða 35%. Það í raun og veru þarf að vera fylgifiskur spilamennskunnar miklu frekar heldur en að það sé einhvers konar markmið í sjálfu sér að halda boltanum. Það þarf að við þurfum bara að passa upp á það að við séum að við tökum boltan sem fljótur að vinna tilbaka. Miklu frekar heldur en við séum að spila bara til að spila honum. Ef þú skilur mig, ef þú skilur munninn sko. Akkurat. Hópurinn sem að Blikarnir sem að þið farið með inn í móti núna, eins og hópurinn akkurat núna, og svona byrjum kannski aðeins á ræða leikmennina sem eru farnir frá því fyrra. Brynjólfur Andersen Vilhjálmsson er að fara til Noregs, Guðjón Pétur til IBVF núna bara á dögunum, Gulli þetta hættur og svo Karl Friðleifur til Víkings á láni. Já, gleymið svona þetta er Arnar Sveinn farinn og hvað með Kví. Já, akkurat. Mér finnst þeir góðu drengi gleymast í umræðinu. Þeir voru auðvitað leikmenn okkar þó að þeir hafa verið lánaðir seinni hluta síðasta tímabils. Þeir voru auðvitað leikmenn Breiðabliks, þannig að þeir eru horfnir á braut líka og já, þannig að 6 leikmenn farnir. 6 leikmenn farnir og Óli Guðmunds líka lánaði í Grindavík. Grindavík, já, akkurat. Af þessu leikmennu sem eru farnir frá því fyrra spilar auðvitað Brynjólfur langmest af þessu leikmennum. Og þú hefur auðvitað ekkert farið í felur með það að það muni veikja liðið að Brynjólfur sé farin út á sama tíma og við erum auðvitað rosa stoltir af því að hann sé kominn í atvinnumennsku. Við segjum kannski bara brotthvarf Brynjólfs úr liðinu og svo ræðum við aðeins betur á eftir leikmennina sem eru komnir. Hvaða áhrif hefur það á liðið að Brynjólfur sé farinn sem dæmi? Já, það er auðvitað erfitt að segja. Það er erfitt að segja hversu mikil áhrifin eru skammtíma og langtíma. Það er algjörlega ljóst að Binni var einn af bestu leikmönnum liðsins. Frábær leikmaður, frábær æfingamaður, frábær drengur og hans verður auðvitað sárt saknað á sama tíma og við gleðumst yfir í hans að taka næsta skref og sko þess að hann lendir hlaupandi í Noregi og haldi áfram að þroskast eins vel og hann hefur gert núna undanfarið. En brotthvarf hans er mikið og það má alls ekki gera lítið úr því. Við kveinkum okkur ekkert yfir því vegna þess að við erum vel mannaðir en til skamms tíma þá munum við finna fyrir brotthvarfi góðs leikmanns og Brynjar. Eins með Guðjón Pétur, hann auðvitað var lánaður í fyrra en var auðvitað á samningi á Blikum og var það í rauninni alveg ljóst að hann myndi fara eða hvernig svona atvikaðist það allt saman? Já, það einhvern veginn, það var þannig svolítið að við félagarnir vorum kannski sáum þetta ekki alveg í sama ljósinu hlutverkið. Ég hefði gjarnan viljað halda Guðjóni en man kannski hans hlutverk mikilvægara utanvallar, að einhvern veginn að leiða hópinn, keyra áfram æfingarnar og keyra svona vinningshugafarið, sigurhugafarið í hópnum. Hann vildi spila og taldi sig eiga að spila og ég var bara að bera virðingu fyrir því og hann gat bara ekki að fara að fá þær mínútur sem hann vildi fá í Breiðablik en við sjáum að eftir Gauja, það er alveg ljóst, mikill karakter, mikill sigurvegari og topp maður en þegar að menn vilja spila og sjá ekki alveg fram á að fá mínútum sína þá erum við bara að bera virðingu fyrir því og hleypa mönnum burt.
leikmennirnir sem eru komnir þetta sem að er svona að mínu viti allan að býsna áhugavert. Árni Vilhjálmsson þetta kemur núna fyrir ekkert svo lengur síðan og þetta kemur svolítið í kjölfarið á því að þessari sölu á Brynjari til Noregs. Og svo eru Davíð Örn Atlason frá Víkingi, Finnur Orrið á uppalinn Bliki kemur frá KR og svo Jason Daði frá Aftureldingu. Skal kannski aðeins þessi fyrstu þrír áður ég svona ræði kannski Jason aðeins svona út fyrir sviga ef maður segir það þannig. Árni, Davíð og Finnur, hvað færðu í liðið með þeim þreymur? Já, við byrjum bara á byrjunina þá kemur Finnur eftir síðast tímabil. Og ég mata þannig að þegar að Finnur Orri Margeirsson var með lausasamningi KR að þá gætu við ekki látið að líða hjá að reyna að fá hann. Hann kemur með gríðarlegur karakter og hann er búinn að vera í KR þar sem hann hefur unnið titla, þar sem hann hefur kynnst svona aðeins öðruvísi hugafari, aðeins öðruvísi menningu og hann kemur inn bara úr svolítið annarri átt. Finnur var auðvitað fyrirliði Breiðabliks Korn ungur sem segir margt leiðtogahæfileikana og þar fyrir utan er hann auðvitað bara feikilega öflugur leikmaður þannig að hann kannski svona hann fittar inn í ákveðið box af leikmönnum sem að við leitum eftir. Hann er uppalinn Bliki, eldri Bliki, karakter. Hann getur gert bæði liðið betra og hann getur gert leikmennina betra í kringum sig. Og hann er bara leiðtogi, innanvall og leiðtogi utanvallar. Algjörlega óþolandi góður á móti okkur á síðast tíma í leikjunum út í KR. Já, hann var mjög góður. Já, hann var mjög góður. Í þessum tveimur leikjum sem hann spilaði. Já. Hann var mjög góður. Og þannig að hann tikkar í bóksið sem uppalinn Bliki og karakter og leikmaður sem á að enda ferilinn í Breiðablik. Davíð Örn leysir stöðu sem við eigum ekki í augnablikinu. Við eigum ekki eiginlegan hægri bakvörð þó að Damir hafi leyst á stöðu mjög vel og á síðasta tímabili og á undirbúningstímabili núna og frábær bakvörður að þá eigum við ekki svona kannski hennan klassíska bakvörð hægri megin. Þannig að hann kemur inn auðvitað bara sem einn af bestu hægri bakvörðu deildarinnar með rútínu, reynslu, karakter, ákveðna grimmd og svona fullorðinn gæi. En hann á auðvitað eftir að sparka bolta fyrir okkur þannig að svona endanlega áhrif hans eru ekki alveg ennþá ljós en hann fallir mjög vel inn í hópinn, kemur sterkur inn og bindum mikla vonir við hann. Þannig að hann fellur inn sem leikmaður sem við eigum hreinlega ekki til í félaginu. Frábær utanvallar líka, frábær maður og eins og ég sagði, fellur vel inn í hópinn, fljótur aðlagast. Árni síðan kemur auðvitað með seinni skipunum. Hann kemur með allt öðruvísi reynslu í farteskinu heldur en þetta staðar í hópnum. Hann er búinn að vera á Austur-Evrópu galleiðinni núna í nokkur ár. Og þar fá menn þar þroskast menn hratt. Og hann auðvitað, ekkert ósvipað Finni, er karakter, Bliki, góður í fótbolta og þegar það var ljóst að hann var á leiðinni heim þá var það svo sem bara gekk það mjög hratt fyrir sig og ég held að menn bara heyrðu því og litu síðan ekki með öxt fyrir þeim og búið að klára það og nú þarf hann bara tekur auðvitað smá tíma að komast inn í hlutina og þannig að maður þurfa bara að vera svolítið þolinmóður með hann
en hann frábær viðbót í hennar hóp. Og þetta hjálpar liðinu sjálfsögðu fram á við þegar Binni farin út. Gerir það svo sannarlega, hann auðvitað markaskorari, rekordið hans og frábært á Íslandi með Breiðablik, þannig að við treystum því að hann komi sterkur inn. Og svo Jason Daði Svanþórsson sem kom frá Aftureldingu, ungur og ótrúlega einhvern veginn, ég veit ekki hvort ég á að leyfa mér að segja öðruvísi leikmaður, allavega það sem ég hef séð af honum á undirbúningstímabilinu, einhvern veginn bara í mínum huga miklu betri en ég hélt einhvern veginn að strákur á þessum aldri, hann myndi ekki spila í efstu deild áður. Ég náttúrulega ekki að fara að setja einhverja gríðarlega pressa á hann, ég bara eins og hann hefur litið út fyrir mér á undirbúningstímabilinu. Hvernig finnst þér hann á að komið inn og er hann jafnvel kominn lengra heldur en þú hélst eða hvað? Já, ég hugsa að hann átti að staðið sig frábærlega. Ég vissi að hverju ég væri að leita þegar ég fékk hann. Ég vissi að hann hefði þannig eiginleika sem okkur vantar kannski aðeins, sem að geta tekið menn á og geta leyst stöðuna 1 á móti 1. Þannig að það mjög erfitt að eiga við hann. eins og nokkrir af þeim bakverðum sem hafa spilað á mótunum í vetur hafa fengið að kynnast. Já, ég held að sé hægt að ég hugsa að hann hafi komið hann kom mér á óvart hversu fljótur hann var að venjast hraðanum, hversu fljótur hann var að venjast æfingaumhverfinu, hversu fljótur hann var að venjast kröfunum. Það kom mér á óvart og sem auðvitað síðan verður til þess að hann búinn að eiga mjög jafnar og góðar frammistöður. Hann geta æft frábærlega en ég held að ekki geti enginn sagt að menn hafi búist við því að hann strax í lykilhlutverki hjá okkur. Ég held að sami væri ekki að segja alveg satt. Þannig að akkurat núna er hann á betri stað heldur en flestir okkar hefðu þorað að vona og hann á fullt inni og vonandi náum við því fram á næstu misserum. Nú erum við 5 sólarhringum frá því að Pepsi Max deildin hefjist, það að segja hjá Breiðablik. Hún hefst náttúrulega föstudaginn en fyrsti leikur hér á sunnudaginn á móti KR. Hvernig standið á hópnum og svona hverjir eru klárir og einhverjir svona sem eru að glíma kannski við meiðsli sem að ekki klárir til dæmis í fyrsta leik? Nei, það bara svo sem kannski þeir sem hafa verið meiddir núna undanfarið. Davíð Örn verður ekki klár. Elvar Freyr verður ekki klár. Róbert Orri að öllum líkindum ekki. En aðrir ættu að verða klárir. Þannig að standið er fínt. Mjög gott myndi ég segja. Já. Ertu sáttur við leikmannahópinn eins og hann núna og eða sérðu einhverjar hugsanlega fleiri breytingar í farvatninu? Þú talað að svona hópur eins og Breiðablik sé svona ákveðið hreyfanlegt afl og umræða til eins og Róbert Orra og svona atvinnumennsku og honum og svo framvegis. Hvernig meturðu leikmannahópinn núna 50 fyrir fyrsta leik? Ég met leikmannahópinn á Breiðablik sem mjög sterkan. Það er erfitt að styrkja en að því sögðu þá erum við alla daga að reyna að gera liðið betra. Hvort sem að það er með því að æfa eða finna alveg nýja leikmenn og við værum ekki að vinna vinnun okkar ef við værum ekki að því. Þannig að á saman tíma sem ég er mjög sáttur með þennan hóp og til hann feikilega öflugan þá vakna ég á hverjum degi við að reyna að finna leiðir til að gera hann ennþá betri. Ég veit ekki hvort þetta svarar einhverju spurningu. Jú, þetta er bara mjög gott.
Róbert Orri, þú sagði einhvers staðar daginn að það væri ekki spurning hvort heldur hvenær hann fær í atvinnumennsku. Hvað svona, eitthvað að frétta af því eða hann bara, horfir hann fram á núna tímabilið að Já, ég held að hann horfir nú bara fram á tímabili hér og svo mikið með eitt annað markmið held ég heldur en að klára það. Hann er mjög fókuseraður á núið og er þráttur ungan aldur mjög þroskaður ungur maður þannig að hans einbeiting er algjör hér. Hvort eitthvað gerist í sumar eða haust komið í ljós auðvitað veltur að síðan, hann þarf að spila vel en ég held að það verði erfitt hjá okkur að halda honum í langan tíma án þess að ég ætla að fara að gera það einhverju lykilatriði hérna. Hann þarf auðvitað bara að fylgja eftir frábærum vetri, hann bæta sig mikið í vetur og svo bara yfirfæra það inn á völlinn í Pepsi Max deildinni, það er mesta verkefni hjá honum og þá honum allir vegir færir. Töluðum aðeins og snertir aðeins á KR áðan að KR er fyrsti leikur Breiðabliks í Pepsi Max deildinni á komandi sunnudag og niðurstaðan okkar var ansi rýr, ég segi okkar, það tala nú bara þessi partur af þessu að móti KR í fyrra, 3 leikir, 3 töp og meðal annars í bikarnum og svo framvegis. Gaman að vera að rifja það svo sem upp, en hvernig sérðu KR-liðið núna samanborið við liðið í fyrra og hvað þurfum við að gera til að vinna á sunnudag? Ég sé KR-liðið vera mjög lítið breytt frá því í fyrra. Vissulega hefur kannski aðeins holast úr því. Finnur Tómas farinn úr vörninni, Finnur Orri og Pablo búnir af miðjunni. En þeir eru búin að fá Guðjón Baldursson og Grétar Snæ og endurheimta Emil Ásmunds. Gömlu mennirnir virðast ekki ætla að eldast, Pálmi og Óskar. Ég horfi á þetta lið sem svona rútínerraðasta lið deildarinnar. Lið sem er mjög gott í því að gera það sem að þeir gera og það er erfitt við að eiga og þeir eru ekki lakari heldur en þau voru í fyrra og á margan hátt ekkert endilega kannski lakari heldur en þau voru fyrir 2 ára þegar þau eru Íslandsmeistarar. Þannig að til þess að vinna þá þurfum við auðvitað bara að eiga toppleik. Við þurfum að stoppa þeirra helstu vopn og við þurfum að nýta færin okkar sem við fáum, sem við gerðum ekki í leikjunum 3 á móti þeim á síðasta tímabili. Þeir eru lið sem gefa ekki mörg færi á sér og þannig að þegar þau gefast þá verður að taka þau. Og svo verðum við auðvitað að passa, þeir eru líkamlega sterkt lið og þeir eru grimmir og við þurfum að sjá til þess að sú grimmd sem þeir sína, hún verði jöfnuð á okkur. Það er nú svona, þetta helsta, engin sérstök geimvísindi en bara svona basic hlutir. Og þetta er svo að tala áðan svona að þetta er sem að þú vilt að einkenni blikarliðið, það þarf að vera til staðar á sunnudaginn, þessi samheldni og... Já, það þarf að vera til staðar og við þurfum að sjá til þess að og bara passa líka upp á það að menn verður fattið að þetta þetta á að vera skemmtilegt, þetta á að vera það skemmtilegast í heimi er að fara að spila fyrsta leik á móti frábæru liði á heimavelli en ekki láta einhvern veginn samt augnablikið ná stjórna ferðinni, láta ekki einhvern veginn fara að vinna gegn þér og
við þurfum bara að mæta það og njóta þess að fara að spila múti KR. Við náum okkar besta degi. Við erum alveg ljóst að fáliði standast okkur snúning. Við þurfum að sjá til þess að við séum okkar allra besta útgáfa á móti KR, það eina sem dugar. Og það raun og veru ekkert annað sem að held ég að koma til greina hjá mönnum. Það er einhvern veginn, það er spennan fyrir því að mæla sig á móti þeim bestu, að máta sig gegn liðunum sem að svona fyrirfram þú upplifir sem hreinan og kláran samkeppnisaðila. Og vonandi verður það til þess að laða það besta fram í mönnum. Þannig lið sem gera það, þau yfirleitt eru farsæl. Við erum svo svona komnir á seinni hlutann í þessu en ef þú svona horfir yfir bara deildina núna og þessi klassíska spá sem er alltaf jafn skemmtileg á hverju vori og svona hvert er þitt mat á því hvaða lið eru bestu liðin deildinni í dag og svona verði í þessari baráttu Íslandsmeistaratitilinn? Það er erfið og flókin spurning vegna þess að eins og ég sagði þér áðan þá er maður með einhverja hugmynd hvar lið eru stödd, með einhverja hugmynd hvar þú sjálfur staddur og svo ertu með hugmynd hvar liðin sem þú mátaði við og til að vera helstu samkeppnisaðilar, hvað þeir eru staddir. Mér finnst allt eins og 67 lið geti blandað sér í baráttuna blandað sér í toppbaráttuna. Ef allt gengur upp, ef Víkingar sleppa meiðsli, lykilmönnum, Kára, Sölva, þá getur þeir orðið mjög hættulegir. Þeir eru að koma pressuleysur inn í mótið, ólíkt því sem var í fyrra. Og vera mörgu leyti bara betra jafnvægi í liðinu en var í fyrra. Þannig að þeir verða erfiðir andstæðingar. Stjarnan er spurningamerki. Þeir sýndu styrk sínum daginn, þeir unnu Val í æfingarleik og eru svo sem eru bara að gera það sem þeir hafa verið að gera og eru góðir í og hafa verið stöðugt topplið. Þannig að þeir gætu, bara eins og í fyrra, þegar þeir náðu skriði, þá var ofta erfitt að stoppa þá. F-fangarnir hafa verið lélegir á undirbúningstímabilinu, allir vita að þeir eru með frábæran hóp, frábæra leikmenn, gríðarleg gæði, einstaklingsgæði. Þannig að það trúir því enginn að þeir muni flytja kannski svona dapurt gengi á undirbúningstímabilinu með sér inn í mótið. Þetta verði bara klárir. Svo ertu með KR sem við töluðum rútinerað, öflugt lið með frábæra þjálfara og frábæra leikmenn og svo ertu við með Íslandsmeistarana Val sem að eðlilega allir, langt flestir telja líklegastir til að vinna þetta. Þannig að svo ertu með KA og KA er með Adda sem er búinn að vera á heila vetur og styrkja sig mikið. Þau hefur greinilega náð að sameina peningamenn bæjarins í að styrkja liðið vel og ég hugsa að það verði, það er svona mín tilfinning að það verði mjög erfitt að spila móti KA. Það verði erfitt að sækja 3 stig á þá. Þeir eru með öflugt fullorðið svona alvöru lið sem verði erfitt að brjóta á bak aftur. Þannig að nái þeir skriði, nái þeir einhverju flugi, þá getur þeir auðvitað að blanda sér í toppbaráttunni. Þannig að við erum búin að telja 60% af deildinni eða eitthvað, en þannig að ég held að hún verði jafnari heldur en kannski oft talað en ég held að það væri mjög óeðlilegt ef að menn myndu svona fyrirfram ekki telja að Valur væri sigurstranglegasta lið. Og kannski
kannski að sumu leyti eiga Káa það sameiginlegt með Víkingum eins og varst að tala áðan að kannski breiddin kannski ákveðið spurningamerki þar en haldist einmitt lykilmenn og reynslumestu mennirnir og þeir sem hafa fengið í vetur haldist þeir heilir, þá getur auðvitað eins og þú segir Káa blanda sér í. Já, ég sammála því. Já, það er rétt mat, já, breiddin er kannski ekki jafn mikil og hjá liðunum fyrir sunnan. Val, Káir, okkur. En já, ef þeir haldast, ef að þessi lið halda lykilmönnunum heilum og ná stöðuleika, þá getur þau verið mjög erfið. En ég met svona ef ég ætti bara að taka þetta ískallt, tel ég Val og Káir vera svo sterkust af andstæðingum okkar í dag. Tvær spurningar eftir. Markmið Breiðabliks á tímabilinu. Hver eru markmið Óskars og Breiðabliksliðsins? Markmið liðsins að verða betri í því sem að gerir okkur að því sem við erum, að vera betri í því að stýra leikinn og vera betri í því að pressa hátt upp á völlum, vera betri í því að leysa þær stöður sem að andstæðingarnir setja ykkur inn á vellinum og að leikmenn verði betri í því að leysa þær kannski sjálfur og við einhvern veginn vonandi náum að færa verkfæri til þess að þeir séu í stakk búnir til að leysa fleiri vandamál sem komu í hverju leik. Hvað varðar svona, ef við tölum deildina sem slíka, þá auðvitað er markmiðið að berjast um titla. Markmiðið er að vera í titilbaráttu eins lengi og við getum allt fram á síðasta leik. Það er markmiðið og eins og sem ekkert kannski endilega láta eltingaleiki meistaratitil í skilgreinum okkur en að taka skref frá því fyrra þar sem við vorum í raun og veru aldrei í neinni baráttu eitt. Það væri mikilvægt skref fyrir okkur að taka og ég held að liðið myndi þroskast mikið ef við næðum því. Er bara einn svona hliðarspurning því að mér finnst það áhugavert, þú veist að tala áðan svona þetta einkenni á liðinu og að falli á sverðið í fyrra að standa mér upp og koma sterkari tilbaka og svo framvegis. Er það ákveðin leyti pínu hættulegt að maður er að horfa inn í, þú veist, nú er deildin að byrja á sunnudaginn, ég gerir ráð fyrir því að þú og þið leggið mikið upp úr því að byrja vel, byrja mótið að krafti sína svolítið svona úr hverju blikaliðið er og æskilur þetta er svona pínu tvíeggja sverð, þetta er bara komið í kollin á mér. Þú veist að mikilvægi þessi svo talar að vera einhvern veginn í þessari baráttu strax frá upphafi. Já, en það er auðvitað þannig að þú þarft samt að hlutaði líka er að draga lærdóm og að vega og meta og stundum eiga bara ákveðin hluti við og stundum ekki og ég svona trúi og treysti að við getum ekki nálgast þennan káuleik eins og við höfum eitthvað að sanna, þurfum að vera ekstra hugrekkir, ekstra hvatvísir, ekstra áhættusæknir til þess að sanna eitthvað fyrir einhverjum. Það væri mjög óeðlilegt og hættulegt ef við kæmum inn í móti þannig. Það sem við þurfum bara er að við þurfum bara að vera skuldbundin sjálfum okkur að leggjum hennar leik upp á ákveðinn hátt og að við
kláruð það. Fyrir okkur þjálfarateymið það að leggja hann eins vel upp og kostur vel. Og fyrir leikmennina að ná að fylgja því og síðan, eins og ég talaði áðan, að lesa og leysa vandamál sem komu upp á þessum 90 mínútum sem fullt af. En við munum ekki láta ekki svona einhverja umræðu að við þurfum að sanna hitt eða sanna þetta og getum ekki gert þetta því að þetta svona. Hluti af því að þroskast lið og hluti af því að verða öflugri að taka betri ákvarðanir og einhvern veginn og kannski taka öðruvísi ákvarðanir heldur en í fyrra. Kannski leggja leiki öðruvísi suma og því að við gerum alltaf saman hlutina þá svona kannski þetta að við með staðinu. Þannig að við þurfum að taka kannski við getum allavega ekki mætt og eins og við einhvern veginn eins og við þurfum að sanna eitthvað. Þannig getum við ekki mætt. Við þurfum bara að mæta og vera vel undirbúnir, vel stefndir og klárir í að vera bestu útgáfan fyrir okkur. Síðasta spurning. Skilaboð til stuðningsmanna Breiðabliks frá Skafti Hrafni. Það eiginlega bara þú veist aldrei ég veit að það erfitt fyrir stuðningsmenn að þegar að móti blæs en þú í raun og veru dýrmætustu stuðningurinn þú færð hann þegar að móti blæs. Það er rosa auðvelt að vera glaður og skemmtilegur og peppandi þegar vel gengur. Það er erfiðara þegar á móti blæs. Þannig að ég ætla bara að biðja til stuðningsmanna að vera hóflega glaðir þegar vel gengur en líka passa upp á liðið þegar þarf virkilega á öxl til að hugga sig við og þarf að hjálpa því að standa upp aftur að þá kemur mikilvægi stuðningsmannanna mest í ljós og ég veit að Blikar stuðningsmenn Blikar ástríðufullir. Þeir hafa mikið metnað fyrir félagið sitt og liðið sitt og langar ekkert í meira heldur en að upplifun sem ég sagði áðan 2009 og 2010 aftur. En leiðin þangað er ekki einföld, hún grýtt og menn munu verða fyrir vonbrigðum og þá verður mikilvægt að stuðningsmennir séu með okkur. Er það ekki bara frábær lokaorð? Segð þú mér? Algjörlega. Kæru Blikar, fyrsti leikur karlaliðs Breiðabliks á sunnudaginn hér á Kópavogsvelli á móti KR og það er komið mikill spenningur í Kópavoginn fyrir komandi tímabili og svona, já, þetta er búið að vera góð bið núna í undirbúningstímabilinu þannig að við bara skorum á alla sem að auðvitað mega út frá sókvörnum og öllu því að mæta á leikinn á sunnudaginn ef ekki að horfa þá hann í sjónvarpinu. Við ætlum að vera í beinni útsendingu á Blika TV hálftíma fyrir leik þar sem Óskar og Rúnar og þeir sem að koma þeim leikmunu koma í spjall fyrir leikinn. Þannig að ég ætla bara að þakka fyrir okkur á Blika TV hérna úr Grænaherberginu í kvöld og sjáumst á sunnudaginn.